Þjóðin hefur sýnt á skýran hátt að hún ræður vel við að leiða flókin mál til lykta. Kenningin að þjóðin geti ekki farið með lokavald í flóknum málum hefur því reynst tilhæfulaus. Beint lýðræði er farsæll farvegur fyrir lausnir á vandamálum sem eru stofnunum þrautin þyngri. Og vonandi mun þessi reynsla móta lýðræðisskipan Íslendinga í framtíðinni. Hrunið styður strákana okkar. Að þær ákvarðanir sem forsetinn tekur geta skipt höfuðmáli fyrir örlög íslenskrar þjóðar. Bara ef það hentar mér. Ákvörðun mín til þess að gefa kost á mér aftur vegna þess að rúmlega 30.000 Íslendingar að þeir knúðu á það að ég væri þá reiðubúinn til að standa þessa vakt áfram, vera sá öryggisventill sem hefði sýnt það að hann væri tilbúinn að færa þjóðinni valdið ef á þyrfti að halda. Tæplega 35.000 undirskriftir gegn lögum veiðigjöld voru afhentar forseta Íslands í dag. Þegar forseti vísaði í fjölmiðlalögunum í dóm þjóðarinnar fyrir 9 árum, fékk hann færri undirskriftir í hendur. Að kvótamálið er orðrétt samkvæmt þeirra eigin ummælum stærsta mál þjóðarinnar. Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi, húrra! 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 Þar er að ræða ráðstöfun og sameign þjóðarinnar. Þar er að ræða hvað þjóðin, eigandi auðlindarinnar, fær í sinn hlut. Það er erfitt að hugsa sér stærra mál en það sem myndi vera eðlilegt að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að einhver hluti þjóðarinnar telur það mikilvægt. Þannig að ég tel að eðli málsins sé þannig að þegar séu fá mál jafn vel fallin til þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og kvótamálin. Því að þar er þjóðin þá sjálf að taka afstöðu til þess hvernig hún vill ráðstafa sameign sinni. Af því að ég tel að fá mál liggi jafn vel fyrir til þess að láta þjóðina sjálf ákveða það. Að þegar Alþingi fjallaði þetta mál, að þá fór þriðja umræðan bara fram á dagsparti. Ég man ekki nákvæmlega hvað það var, hvort það var 1 eða 2 eða 3 klukkutímar. Og ég tel að sá fjöldi undirskrifta sem safnað var í tengslum við veiðigjaldsfrumvarpið endurspegli það og sýni það að þjóðin hefur ríkan vilja, líka réttlætiskennd í þessu máli, nánast eins og bloggarar. Að halda að málskotsréttur forseta sé eins konar sjálfvirkt tæki þar sem að fjöldi undirskrifta ræður úrslitum. Það er eðli 27. greinarinnar að ef forseti telur sjálfur að málið sé þess eðlis að það eigi að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, eins og ég sagði í aðdraganda kosninganna 96 og hefur sagt síðan, þá þarf hann í sjálfu sér engar undirskriftir til þess að taka þá ákvörðun. En ég tel hins vegar að það sé afar mikilvægt að fólki í landinu noti lýðræðislegan rétt sín til að tjá andstöðu sína við málefni sem eru til meðferðar á Alþingi eða afgreiðslur Alþingis, nánast eins og bloggarar. Það gætir mikils misskilnings í umræðu undanfarna dag og vikur. Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi, húrra! Húrra!